Góðan daginn, gott fólk. Bæði hér í Reykjavík og að sjálfsögðu á öllum starfsstöðum okkar. Ég vona að við séum öll búin að koma okkur vel fyrir og til í öryggisdaginn. Við erum með góða gesti, ég kynni þá betur á eftir sem að munu taka þátt í deginum með okkur. En þetta núna í annað skipti sem að við höldum öryggisdaginn og við gerum það með alvarlegum undirtón vegna þess að við erum að minnast alvarlegasta slys sem að Rarik hefur upplifað. Það var sem sagt 17. janúar fyrir 51 ári síðan núna. Við sem sagt mintumst þess að 50 ár voru liðin frá þeim atburði í fyrra. Að það fórust 5 starfsmenn Rarik í einu vettvangi í þyrluslysi hér upp á Kjalarnesi. Þetta voru þau Indriði Helgi Einarsson, Tómas Sigurðsson, Stefán Ólafur Ólafsson, Guðmundur Eiður Hannesson og Sigurbjörg Guðmundsdóttir. Tveggja manna áhöfn þyrlunar fórst líka Lúðvík Karlsson og Kristján Sveinn Helgason. Í sama mánuði varð annað slys á Þórshöfn hjá okkur þar sem að Guðmundur Guðmundsson, rafgæslumaður, dó við störf í vitlausu veðri og bara vegna ofreynslu. Og við minnumst alls þessa góða fólks og ég held að það sé bara vel við hæfi að við gerum það með þessum hætti. Við hittumst til þess að tala saman öryggismál og hvað við getum lært og hvað við getum gert betur. En það er mikilvægt að kunna söguna og bera virðingu fyrir henni, svo sannarlega. Við byrjuðum daginn á öryggisgöngunni og þetta var svona svolítið nýstárlegt. Ég held að kannski flest okkar höfum ekki alveg vitað á hverju við vorum að byrja eða hvað við vorum að fara í. En hér á dvergsvæðunum að þá var þetta mjög skemmtilegt og við vorum að skapaði bara mjög góðar umræður á öllum hæðum þar sem að við fórum yfir öryggisbúnaðinn okkar, ræddum rýmingarleiðir og fleira og ég held að þetta sé bara komið til að vera. Þetta var skemmtilegt og Böbbi hann fer nú kannski betur yfir þetta á eftir. Yfirskriftin í dag hjá okkur er eitt af gildunum okkar. Það er virðing. Í fyrra að þá vorum við meira að tala hugrekki. Það var hugrekki til að tala, hugrekki til að bregðast við alvarlegu slysi, tala saman, aðstoða hvert annað og það skapaði mjög góðar umræður hjá okkur. Í dag ætlum við að tala svolítið virðingu en við erum auðvitað svona almennt að tala öryggismálin hjá okkur. Við erum vonandi flest nýkomin af ekkonámskeiði, það hefur verið röð af ekkonámskeiðum í öllum starfsstöðvum. Þar erum við meðal annars að tala vinnustaðamenningun okkar. Við erum að tala það að sýna mannúð, að við eigum samskipti og tölum saman af virðingu, að við séum tilbúin til þess að deila sorg og gleði og tilbúin til þess að styðja samstarfsfélag okkar þegar að þörf er á því. Berum virðingu fyrir hvert öðru og virðingu í öllum samskiptum. Við gætum oftar spurt hvernig líður þér í staðan fyrir hvernig gengur til að mynda. Öryggi er nefnilega margslungið. Öryggi getur snúist sálfræðilegt öryggi. Snýst það að okkur líði vel að koma á vinnustaðinn. Mig hlakka til þess að koma, eða ég hlakka til að koma í vinnuna á hverjum degi og ég hitta bara góða starfsfélaga og eiga góðan dag. Mér finnst þetta að vera feikilega mikilvægt og ég vona að við séum öll á þeim stað. Vinnustaðamenning og öryggismenning eru mjög samofin og við getum sagt að eigi að vera sami hluturinn. Öryggismenning á að vera okkar vinnustaðamenning. Við erum að komast lengra með okkar vinnustaðamenningu og við erum að ná árangri að mínum mati.
Við náðum bara ágætum árangri í skráningu ábendinga á síðasta ári. Við skráðum 170 ábendingar. Við lögðum áherslu á þetta vegna þess að við viljum skrá ábendingar til þess að geta lært af þeim. Það er alltaf tilgangurinn. Við gerum okkur grein fyrir því að við gerum mistök, þau geta átt sér stað, við samþykkjum það, en við lærum líka á mistökunum og minnkum áhættuna á því að það sama gerist aftur. Við getum jafnvel sagt að það sé mikilvægt að gera mistök. Höfum samt í huga að hvert og eitt okkar verður alltaf að taka ábyrgð á eigin hegðun. Við berum öll ábyrgð á árangri í öryggismálum, við berum ábyrgð á eigin framkomu og hegðun. Hvorki fyrirtæki né starfsfélagarnir geta tekið ábyrgðina af okkur, en við getum aðstoðað hvert annað í því að leiðrétta hegðun eða annað, og við verðum þá líka að vera tilbúin til þess að taka ábendingum. Það er mjög mikilvægt. Við erum tilbúin til þess að gefa ábendingar og taka ábendingum. Ef við tökum ekki ábendingum, þá vill heldur enginn gefa okkur ábendingum. Þannig að við tökum ekki ábyrgðina hvert af öðru, við berum öll ábyrgð á eigin hegðun. Ég ber ábyrgð á minni hegðun og það snýst meðal annars virðing fyrir samstarfsfólki, fyrir viðskiptavinum og fleirum. Mér langar til þess að deila með ykkur stuttum sögum. Á fyrri vinnustað þá hafði ég veitt í athygli að einn af framkvæmdastjórunum var ekki alveg með sjálfum sér, eða ekki alveg sjálfum sér líkur. Við tókum spjall og við fórum farið um málið, og inntakið í samtalinu á minni hálfu, það var eitthvað á þá leið að hann hefði nú verið frekar viðskotaillur og það bitnaði á móralnum. Viðkomandi var í mannauðsmálum, var að vinna í mannauðsmálum og svona hálfbrotnaði niður í þessu samtali og sagði: það spyr mig enginn hvernig mér líður. Ég vinn við það alla daga að huga að líðan alls starfsfólksins okkar, en það spyr mig enginn hvernig mér líður. Við auðvitað bara ræddum þetta vel á eftir, og minn lærdómur út úr þessu var það að sýna skilning og spyrja réttu spurningarinnar. Það kom í ljós að það var allt í steik heima hjá viðkomandi og hafði bara liðið virkilega illa í 2 vikur, bæði heima hjá sér og í vinnunni. Svona getur þetta verið stundum og við þurfum að bera virðingu fyrir því og sýna skilning á því. Við leggjum áherslu á persónuhlífar í okkar starfi, það er feikilega mikilvægt og oft er það bara mikilvægasta varnarlagið í því sem að við erum að gera. Við leggjum áherslu á sýnileikafatnað og þetta getur líka snúist kannski hversdagslegri hluti, eins og það að nota mannbrota í hálku. Bráðamóttakan síðustu daga verið bara full af fólki sem hefur lent í hálkuslysum. Og það var viðtal við lækni á bráðamóttökunni sem að í morgunútvarpinu, var það ekki, var sem að minntist einmitt á persónuhlífar, en hann sagði að fór yfir það verið mikið af hálkuslysum, en það verið líka bara slys að gerast heima, og hafði á orði að svona það sem hefur verið aðeins í umræðinu upp á síðkastið, að eldri borgarnir eru farnir að svona skvetta svolítið í sig, og hann benti á það að ef menn ætluðu að fara á kojufyllir þá væri bara betra að vera með hjálm. Þannig að persónuhlífarnar ná bara þangað líka. En þetta var nú eiginlega ekki sagan sem ég ætlaði að segja. En hvað það að ég hef góðan vin sem heitir Gunnar Svavarsson. Hann stýrir uppbygging á nýjum Landspítala við Hringbraut, og við
hittumst oft og við ræðum öryggismál og deilum sögum. En okkar saga hún nær ansi langt aftur. Við vorum saman í menntaskólanum í Hamrahlíð og saman í nemendaráði þar og þar héldum við böll eins og gengur og gerist í menntaskólanum. Og að því ég var nú að nefna mannbrota þá höfðum við skipulagt ball einhvern tímann í sal eldri borgara og inn í salnum var stórt skilti og á því stóð vinsamlegast farið ekki á mannbrotum inn á dansgólfið. Okkur fannst þetta alveg geðveikislega fyndið, enda 17 ára vitleysingar og við vorum ungir og vitlausir þá og erum vonandi vitræri núna. En annað að þessi sami ágætu vinur minn, hann hjálpaði mér oft þegar við vorum á leiðinni út að hitta vinina. Ég átti mjög umhyggjusama móður og áður en að ég fór út að þá mætti hún alltaf í forstofuna og hengdi á mig endurskinsmerki. Nokkur endurskinsmerki helst. Við fórum út og þegar við vorum komnir í hvarf að þá pillaði Gunni sem sagt af mér endurskinsmerkin og hló hrossahlátri að meðan að sjálfsögðu. En ég er nú komin lengra hvað varðar persónuhlífarnar að þarna var nú verið að reyna að hafa vit fyrir mér. Mér fannst ekki kúl að vera með endurskinsmerki þegar við vorum á leiðin í sjoppuna að hitta vinina en ég vona að við séum ekki þarna svo sannarlega. Mér langar að segja ykkur líka frá einu versta degi á mínum vinnuferli. Þegar ég var hjá Alcoa Fjarðaáli þá varð alvarlegt slys á starfsmanni. Hann hafði verið á göngu á vinnupalli, mikið af vinnupöllum með grindum og stáli. Hann steig á pall sem hafði ekki verið festur, svona fermetri að stærð. Grindin sporræstist og hann féll niður gatið, rekur höfuðið í á leiðinni niður, fellur einhverja 5 metra. Maður sem var í viðhaldsteyminu hjá okkur og slasaðist illa. Hann var einn á ferð en vinnufélagi hans kemur að honum bara nokkrum mínútum síðar og hann er fluttur á sjúkrahús og svo svona eftir því sem að leið á daginn að þá kom í ljós að þetta hafði verið bara mjög alvarleg meiðsl. Hann hafði fengið höfuðmeiðsl, var fluttur söður og niðurstaðan varð síðan svo að meiðslin voru alvarleg og hann kom síðan á daginn að hann hefur aldrei náð heilsu. Eftir þetta fekk mikinn höfuð og heila skaða. Þegar svona gerist á vinnustað að þá lamast vinnustaðurinn. Þetta hefur áhrif á okkur öll. Að sjálfsögðu sorglegast fyrir þennan ágæta mann og fyrir fjölskyldu hans en áhrifin ná svo langt út fyrir það. Vinnufélagarnir einhvern veginn lifa með þessu. Við að sjálfsögðu fórum í mikla úttekt á okkar öryggisbúnaði og niðurstaðan er alltaf svo við hefðum geta gert betur og við hefðum átt að gera betur. Mitt hlutverk var síðan meðal annars að fara og hitta konu og son þessa starfsmanns og það er það erfiðasta sem ég hef gert á starfsævinni. Ég get sagt ykkur það. Ég vil ekki setja okkur sem fyrirtæki í þá aðstæður að þurfa að bregðast við svona atviki. Þetta er bara það versta sem að hægt er að hugsa sér og við viljum ekki vera þar. Þurfa að tilkynna aðstandendum starfsfólks að við höfum brugðist sem fyrirtæki. Ég vona við séum öll þar og höfum skilning á þessu. Þegar ég byrjaði á þessari sögu þá veit ég að einhver af framkvæmdastjórunum hugsuðu, ætlar hann að fara þangað. Þetta mun enda með ósköpum. Því að ég hef deilt þessari sögu áður og þá gat ég eiginlega ekki gert það grátandi. Okkur hefur gengið ágætlega í öryggismálum en höfum í huga
að fjarvera slysa þýðir ekki það sama og öryggi. Öryggisbúnaður og öryggislaugin sem við erum að nota, það er öryggið okkar. Það að atvik hafi ekki orðið hjá mér í dag eða undanfarin guð má vita hvað mörg ár, 10 ár, það þýðir ekki að ég sé öruggur. Það þýðir ekki að það geti ekki eitthvað gerst á morgun. Síðasta örstutta sagan, hún er ekki um mig og Gunnavinn minn. Mig langar að nefna stærsta umhverfisslys sögunar. Deepwater Horizon, sem sagt olíuborpallur BP, sem var í Mexíkóflóa fyrir utan Bandaríkin. Þetta þótti vera einn öruggasti olíuborpallur í heimi. Hann hafði verið þarna í verkefnum í 10 ár og British Petroleum eða BP að þau sögðu sögur af því að þarna var hægt að telja milljónir vinnustunda án fjarveruslys. Einn góðan veðurdag, semst eftir 10 ár og flotið þarna, þá verður alvarlegur atburður, það sem að kallaði blowout í þessum bransa, mikil sprenging, það deyja þarna 11 manns, 17 aðrir sem að slösuðust illa. Eitthvað 5 milljónir tonna af olíu fóru í sjóinn. Ég held að það hafi ekki tekist að stöðva lekan fyrir einhverjum árum síðar og þetta er stærsta umhverfisslys sögunar. Hvað var það sem gerðist? BP hafði talað mikið og farið mikið ágæti þessa borpalls og þessa verkefnis. Það hafði ekki orðið neitt fjarveruslys og í trausti þess falska sjálfsöryggis höfðu varnarlög verið fjarlægð. Það gerist ekki hjá okkur. Svo bara einn góðan veðurdag þá gerðist þetta og við sátum uppi með alvarlegt slys á fólki og versta umhverfisslys sögunar. Og nú er slöknað á tölvunni minni. Hvað það að ég ætla nú að fara að hún er making sure it's me. Hún er ekki alveg viss. Hvað það? Við ætlum nú að fara að ljúka þessu. Mér langar bara til þess að kynna dagskrána. Aldís eða semst okkar góðu gestir eru Aldís Rán Lárusdóttir og Þorkell Ágústsson og svo ég sé nú með þetta hérna upp á punkt og prik. Já. Aldís Rán er sviðsstjóri forvarnasviðs hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu og hún ætlar að tala við okkur til að byrja með. Svona mín síðustu skilaboð áður en ég fer að þau eru kannski þau að við eigum að bera virðingu fyrir hvort öðru og við eigum að sjálfsögðu að bera virðingu fyrir sjálfum okkur líka á vinnustaðnum en líka það að við tökum ábyrgð á eigin hegðun og það getur átt við inn á vinnustaðnum í verkefnunum okkar og hvar sem er. Hjálpumst að við þetta verkefni, þetta gerir okkur öruggari og betri vinnustað. En með þessu þá langar mig til að kveðja, kem kannski aðeins hérna inn í restina en kynna Aldísi Rún og biðja hann að koma hérna upp og tala við okkur. Hér. Já, hér er bendið. Gjörðu svo vel. Já, takk.
Já, sælverið, ég standa hérna, í mynd eða út á... Já. Hæ. Takk fyrir að bjóða mér. Ég sem sagt sviðsstjóri forvarnasviðs hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins og þessa mundir ég líka settur varaslökkviliðsstjóri. En ég menntaður byggingaverkfræðingur, lærði í Danmörku í DTU. Þar rampaði ég eiginlega fyrir algjöru tilviljun inn í doktorsnám. Bara mér var fært það á silfurfati og mér fannst það reyndar ótrúlega ópraktískt, eða svona astnalegt að fara í doktorsnám í byggingaverkfræði af því að mér fannst bara verkfræðin fyrir eitthvað praktískt nám og ég hafði ekkert hugsað mér að vera eitthvað prófessor. En ég er doktorandís. En svo fór ég að vinna við brunahönnun og öryggisráðgjöf á verkfræðistofu. Starfaði þar í 9 ár, þar af 1 í Danmörku. Og svo gekk ég til liðs við Slökkviliðið höfuðborgarsvæðisins fyrir 3,5 ári. Þannig að ég prófaði aðeins akademísku hliðina og svo hef ég prófað svona raunheima, það sem er bara tími peningar. Og svo er ég núna komin ég held á réttan stað. Já. Sjáum við svona aðeins breiddina, við erum í alls konar fötum og alls konar hlutverkum. En ég ætla aðeins að fara að ræða við ykkur flóttaleiðir og rannsóknarverkefni mitt í náminu var rýming barna. Þannig að orðið ansi sérhæft en þá komst ég að það er ekkert rosalega mikið til börn, svona sérstaklega. Rannsóknir og slíkt er yfirleitt það er auðveldast að fá þátttakendur í tilraunir, það er svona ungir háskólanemar. En ég var svona að skoða annan vinkil á þessu. En ef við horfum bara í byggingarreglugerð, hvernig flóttaleiðir eru skilgreindar og hver markmið flóttaleiða eru, þá er það bara að þær skuli vera þannig skipulaðar og frágengnar að allir geti bjargast út af eigin raflegg eða fyrir tilstilli annarra á tilgreindum flóttatíma, brjótist eldur út eða annað hættuástand skapast. Og þetta er mjög opið og byggingarreglugerðin er markmiðsdrifin. Það er svo eru alls konar betri lýsingar á þessu, það eiga yfirleitt að vera 2 eða fleiri, á því eru síðan undantekningar, það er að sjálfsögja rúma allan fjöldan, henta notendum, þá er einkum verið að huga að algildri hönnun sem hefur aukist áherslan á það undanfarin ár. Það er auðratar og greiðfarar, merktar og upplýstar og opnalega án lykilsverkfæra og þetta hljómar allt rosalega augljóst og sjálfgefið. En já, svo bara spurning hvernig gengur að viðhalda því. Ég ætla örstutt að tala rýmingaferlið. Nú er ég að hugsa þetta út frá eldi en ekki annarri hættu, en það er reyndar eitthvað sem þarf síðan gleymist ofta að hugsa út í. Það er ekki bara við eld sem þarf að rýma byggingar eða svæði, eins og við höfum kynnst. En það eru eldsupptök og eldurinn, hann þróast með tímanum og á einhverju tímapunkti þá skapast hættu ástand og þá er ég að hugsa að rýming fólks þá er orðið hættulegt að vera inni, maður þyrfti að vera komin út af þá. Svo er það rýmingin og henni lýkur einhvern tímann og þetta bil þarna, það er svona öryggisvendillinn og þetta hefur, það er ekki hægt að segja að þetta eigi að vera eitthvað stuðull, það stundum tala um eitthvað safety factor en eftir því sem að þessi tímar eru, að því að þetta er mælt í þá sekundum eða mínúndum eða eitthvað, ef þú ert að tala þú vilt hafa 1,1 eða hafa eitthvað stöðu, þá er það svo erfitt eða orðnir skammir tími. Þannig að þetta er fær flóttatími, er tíminn þangað til að hættuástandi skapast og svo er að rýmingin, hún skiptir síðan upp í mismunandi hluta og það er skynjun og viðvörun, viðbragð ákvarðan og svo flóttinn sjálfur. Og það er rauninni flóttatími sjálfur sem er svona auðveldast að rannsaka og finna einhver töluleg gildi á. Því að hegðun fólks er það sem er eiginlega erfiðast að eiga við. Og þar kemur inn í eins og þjálfun og svona öryggisvitund og slíkt. En svona rýmingafræðin, þau byggja á gögnum sem hefur verið safnað og rannsóknum og það getur verið frá rýmingaræfingum, rýmingatilraunum og svo reynslu frá eftirlifendum bruna eða brunarannsóknum. Og eins og ég sagði áðan, það er erfiðast að spá fyrir mannlega hegðun. En það var samt verið gert rosalega mikið í þessu og eftir að það var svona byrjað að horfa bara, það er búið að finna út göngu hraðan og flæði gegnum dyr og svona þá hefur fókusin svolítið færst á þetta að kortleggja þessa mannlegu hegðun.
og það algjörlega þess virði þótt við séum ekki með eitthvað, við getum ekki alveg spáð fyrir hvernig rýming þróast, en það samt hægt að spá fyrir ýmsar seinkanir af einhverjum ástæðum og það hægt að fækka svona hönnunar göllum, svo að segja, því að það búið að læra ákveðið og reyna að gera viðeigandi varúðarráðstafanir. Og ef ég nefni þetta svona kannski svolítið kenningar sem eru svona lítið umdeildar. Fólk dregst að því sem það þekkir og þá bæði við flóttaleiðir og þá líka við fólk. Maður svona rýmir saman. Fólk heldur gjarnan hlutverkum sínum sem það hafði fyrir eldsvoða og þá ég kannski við kennari ennþá í svona svolítið leiðandi hlutverki og nemendur halda áfram að fylgja kennarunum. Það svona algengt. Sama með ef það eru læknir og sjúklingur, þá það svona annar stýrir og hinn svona meira þátttakandi. Svo vill fólk ekki tapa sínum fjárfestingum og fjárfestingar geta bæði verið í tíma og þær geta verið í peningum. Ef við myndum á veitingastað og það kemur rýmingaboð, þeir sem eru búin að fá matinn sinn en ekki búin að fá reikninginn, þeir eru fyrstur út. Ég er nokkuð vissi það. En þeir sem borguðu þegar þeir pöntuðu og eru ekki búin að fá matinn, þeir eru bara svona, er þetta ekki bara falsboð, er ekki borgarinn að koma? Þannig að þetta bara raunverulegt og ef við hugsa tíma, þá það líka bara, þú búin að fara í IKEA, það veit allir að tekur tíma að fara í IKEA og það búið að safna öllu saman og svo kemur rýmingaboð og maður bara, ég er búin að eyða 1,5 tíma í að finna allt ótið og maður vill ekki tapa tímanum heldur. Og svo það félagslegu áhrifin og hjarðhegðun og það líka svona nokkuð þekkt að fylgja hópnum, ég meina, maður eitthvað að labba og maður sé bara og hóp eitthvað bara, vá, það hlýtur að gegja tilbúð þarna að það vera að gefa eitthvað og sjálfkrafa fer fólk svolítið að gá, bara er ég að missa einhverju? En ég ætla, á myndirna sem eru til hliðar, þetta er svona blanda af myndum sem að úr vinnunni en vandræðilega margar eru bara svona úr mínum fjölskyldufríum. Þannig að ef maður skoða mitt Google Photos, tekur afrit á öllu, þá er þetta svona ég með flottu útmerki eða brunahanni eða eitthvað, en svona, líka með myndir af börnunum mínum og svoleiðis, en þetta er ég veit ekki alveg hvernig það skiptist hlutfallslega og ég þori eiginlega ekki að gá. En ég ætla að sýna ykkur örstutt myndband úr Simpsons. Þetta er algjörlega stolið og sorry Simpsons, en þetta byrja ykkur bara aðeins að horfa á svona mismunandi atferðlega aðstæður og þeir með svona aðeins hugsa hvort að ykkur finnst þetta raunverulegt, er þetta eitthvað sem myndi gerast í veruleikanum eða er þetta bara svona Simpsons skrifbó? Sjá, ekki bara svona, Þessi. I think a good old-fashioned fire drill today. All right, popcorn's ready. That's the fire alarm. Get out of here. Wait! Come on! Is it supposed to take this long? What's a good time for a mass evacuation of the entire plant? 45 seconds. And what's our time so far? I don't know, sir. This stopwatch only goes up to 15 minutes. Slow coaches do I have working for me? Those fellows now. I think I won, Mr. Burns. Yes, you won all right. You won more than you bargained for. What a disgraceful display. Nei, úps, já, þetta skemmtilega æfing hjá Mr. Burns, en ég er búin að taka svona smá skjáskot úr þessu. Var eitthvað sem einhver langar að kommenta á? Allt kunnulegt, já. Fyrsta sem ég er búin að taka til greina, það er misskilningur. Og það kemur eitthvað hljóð og maður veit ekki alveg hvað það er. Í dag eru náttúrulega rosalega margir hljóðgjafar og mismunandi hljóð og sum tengjast öryggisatriðum, aðrir einhverju öðru. Og það getur líka bara úr að segja, bara vel gert, þú er búin að ná markmiðinu. Það er bara alls konar hljóð í gangi. Svo er það kaffið.
það eiginlega svona dæmi þessa fjárfestingu. Hann búinn að, ég veit ekki hvort hann borgaði eitthvað fyrir kaffi, hann alltaf vill fá það. Og svo það sækja eigur, eða safna saman, ná í eitthvað sem á. Neðri línu þá vorum við í fári eða svona panikk og slagsmál og keppni. Og svona í fræðunum þá svona þessi síðustu 3, það mjög sjaldan sem að þetta raunverulega gerist. En það geta alveg verið aðstæður og það þá yfirleitt ef það virkilega, og þá kannski helst að hugsa þetta fári eða panikk og það þá helst ef að það bara, logarnir eru bara í bakinu á þér. En hitt algjörlega bara nokkuð algengt. En flóttaleiðir, okkur finnst þetta svona sjálfsagður hlutur, við bara gerum ráð fyrir þetta setja staðar. Og við kannski treystum svolítið bara á að þær séu þarna og þær virki þegar við þurfum á því að halda. Sem betur fer, við getum sagt, við komumst alltaf ekki inn í byggingunni maður séu dyraðinni og yfirleitt þá allavega sú leið fær aftur en það vilt ekki nóg að hafa þessa einu flóttaleið. En sem betur fer þurfum við sjaldan að nota þær. Það hins vegar alveg staðreynd að það nýtast betur ef við þekkjum þær. Þá erum við fljótir að finna þær, kunnum að nota þær, erum örugg þegar við notum þær og erum ekki hrædd að, bara hvert leiðir þessi flóttaleið. Stundum hefur maður kannski bara séð ystu dyrnar, svo getur verið eitthvað langur gangur og eitthvað fleira sem maður þekkir ekki. En það líka mikilvægt að viðhalda þeim. Og þess vegna eru rauninni flóttaleiðir sem eru notaðar, dagsdaglega eða vikulega eða eitthvað slíkt, þær eru eiginlega svona, þeim svolítið sjálf viðhaldið. Og þar með minni líkur að það klikki. Og nú það lykilorðið þema dagsins, virðing. En það á ábyrgð okkar allra að það sé borin virðing fyrir flóttaleiðum og ég vil náttúrulega að það sé líka bara fyrir brunavörnum almennt. Þær eru þarna af ástæðu. Það við hönnun bygginga eða mannvirkja búið að koma þeim fyrir af því að þær þarf eða getur þurft að nota þær. Þannig að ég vil hvetja ykkur eða bara okkur öll að kynna okkur flóttaleiðir í okkar nánasta umhverfi sérstaklega. Hjálpast að við að halda þeim greiðfærum og það bæða innanverðu en líka utanverðu. Það ekkert óalgengt að maður sjái snjó safnast upp fyrir utan flóttaleiðir. Það allir búin að moka frá þannig að fólk komist í vinnu en hvað með ef það einhverja bakleiðir það þarf líka að móka þær og það einhvern veginn og það svona á það til að gleymast. Og svo að bregðast við ef að það eru rýmingaboð eða brunabjöllur. Og það hægt að bregðast við á margan hátt, en það allavega mikilvægt að bregðast við, að það sé ekki, að því þetta líka fer í undirmeðvitundina og þetta fylgjur okkur út úr lífið á aðra staði. Að það getur skipt máli. Já, þessari mynd að sjá við búið að stafla einhverju og þá þetta greinilega flóttaleið sem ekki notuð venjulega, en það svo ríkt í okkur bara, heyri, þarna laust pláss. Það virðist bara í rosalega mörg mannvirki vanta geymslupláss og það enginn sem gerir ráð fyrir því að stólarnir þyrftu að vera einhvers staðar af því að stundum vill maður hafa tóman sal. Það alls konar svona sem að en þetta bara ekki í lagi því að tíminn oft naumur ef það reynir á það. Já, ég segi það aftur og eftir. En þetta ábyrgð okkar allra. Ég vona að það sé virt mánaðlegt eigið eftirlit á bara öllum starfsstöðum Rarik. Og ef það ekki, þá bara hvet ég ykkur til þess að stíga skrefið núna í framhaldi að virkja það. En þetta ekki bara eldvarnafulltrúinn eða sá sem útnefndur í þetta. Við berum öll ábyrgð á þessu og við getum öll hjálpað til. Þannig að við þurfum að benda á ef það útljós sem logar ekki og það þarf náttúrulega líka að vera eitthvað farvegur, fólk þarf að vita hvert á það að benda á og hver hefur heimild til þess að panta viðgerð á því eða slíkt. Þannig að það þarf að vera í föstum skorðum en þessi útljós þeir eiga alltaf að loga. Þau kvikna ekki við straumróf, þetta eru ljós sem alltaf að loga. Og við þurfum líka að láta vita ef að læsingar og lélegar að hurð stendur á sér og að því þetta líka eitthvað sem þarf að laga. Og ef við sjáum verður við hindranir eða eitthvað slíkt í flóttaleiðum, þá þurfum við fyrsta lagi bara að færa það og svo benda á ef við vitum hver glemdi sér. Ekki til þess að vera eitthvað leiðileg eða finna sökudólg, heldur bara til þess að við höldum þessu greiðfæru. Og það sem ég myndi að segja, því að þetta reddast þangað til þetta reddast ekki. Að þegar hættuástandi skapast,
að þá getur tíminn verið svo rosalega naumur. Og þá skiptir máli sýnileikinn og flóttaleginum, opnabúnaðinn og greiðleikinn. Og eins og var að tala áðan, þú veist, það oft mörg öryggislög og það sama á við brunavarnir. Og ef við bara rétt nefnum harmleikinn í Sviss nýlega, þarna áramótin, að þá var auðvitað margt sem klikkaði. Veist, efni í loftinu, rannsóknin ekki lokið og þetta svona bara út frá því sem við höfum séð í myndböndum og fjölmiðlum og slíkt, en það bendir allt til þess að efnið í loftinu hafi verið ótrúlega óheppilegt. Þarna verið að nota einhverja stjörnublys sem að fara í þetta skiptið ótrúlega nálagt og kveiki þarna í. En ef að loftaklenningin hefði verið gifs, það hefði sennilega ekkert gerst. Það kannski komið bara smá blettur. Þannig að þarna þú veist, fyrsta lagi verið að kveikja í, svo breiðist þetta rosalega hratt út af þessu efni. Svo ég sá engan á þessum myndböndum sem maður sá, ég sá engan starfsmann bregðast við. Það var enginn sem slökkti á tónlistinni. Og þú veist, við sáum fjölda fólks vera að taka upp myndskeið áfram og átta sig ekki á hættunni og svo virðast flóttaleiðirnar ekki hafa verið nógu margar eða nógu greiðfærar eða nógu vel hannaðar. Þannig að það rosalega margt sem að klikkar þegar þegar þetta gerist þegar harmleikurinn á sér stað. Þannig að bara, við þurfum að bera held í virðingu fyrir öryggi okkar og öryggi annarra og ég hveti ykkur líka til að taka þessa svona áminningu heim, í snjó. Svalir langoftast önnur flóttaleið. Þegar búa snjóa mikið, opnið svalirnar og ef það þarf, stundum nóg bara að láta dyrnar eða hurðina ýta ef hún opnast út eða moka aðeins frá, þannig að hún nýtist okkur ef svoleiðis ber undir. Þið eru í bónus og þið sjáu það búið að stafla kerranum fyrir það sem merkt flóttaleið, ef ekki bara rúlla hann til hliðar. Ég þessi óþölandi manneskja, ég alltaf bara stundum segi ég við starfsfólki bara, heyrðu, þetta má ekki. Eða þetta er svona misjátt hvað maður fer djúpt stundum en bara drífa sig, en það er allan að auðvelt að gera aðeins. Af því ég held að þurfum bara að hjálpast að minna hvert annað á. Hérna er ég með mynd þessi tekin í tengslu við starfið. Þarna er björgunarofn og það er svona bara hefðbundið stormjárn á því. En sjáu þið, það er búið að setja skrújárn í vír. Þannig það er ekkert mál að opna það. Þannig að þú veist, bara ég hugsa, ef það annað borð þannig aðstöðu, það þarf að nota björgunarofn, þá ég ekki viss að sé tími til þess að taka skrújárnu og skrúa þótt að séu kannski bara 2 skrúur. Þannig að þetta er bara hluti á þessu. Berum virðingu fyrir flóttaleiðunum, þær eru þarna ástæðu. Síðasta glæran, ég ætla bara rétt að kynna ykkur fyrir nýjum samstarfsfélagi hjá okkur. Þetta er hann Björnis Brunabangsi sem sést þarna, eða Bjössi Brunabangsi sem hann oft kallaður. Hann hefur vakið gífurlega lukku á Íslandi og aðstoðar bara öll slökkvilið landsins við að breiða út fagnaðarerindið, en að vekja áhuga og athygli á forvörnum og brunavörnum. Og ég held að sé bara mjög spennandi tíma framöndan hjá honum. Það kom okkur svona pínu í opna skjöldu hvað var vinsæll. Þetta er tekið á bæjarhátíðinni í Túninu heima í Mosó. Og þarna voru við þetta er sýning nr. 2, fyrsta, það var bara smá kaos þá. Hérna vorum við búin að gera svona raðasystem og þurftum að bæta vel í. En já, ég veit ekki hvort það er tími fyrir umræður og spurningar, en ég er allavega búin að hvetja ykkur til þess að passa flóttaleiðirnar og bera virðingu fyrir þeim. Við byrjum þess daginn á öryggisgöngu starfsstöðunar. Við áttum að kynna okkur þessi mál, hvernig þeir standa hjá okkur. Já. Og eru þau góð? Ég held að við eigum smáinni. Smáinni, já. Já, en það er alltaf að bæta sig og þarna, þú veist, nú ekki að hugsa bara, hvað þetta er ömurlegt, heldur bara frábært að þið séu að koma auga á þessi atriði sem þið getið bætt. Það er bara takk fyrir mig. Takk fyrir. Þakka kærlega fyrir Aldís, mjög fróðlegt og skemmtilegt erindi. Og á svo sannarlega við hjá okkur, flóttaleiðir og eins og Bubbi var að segja, við vorum að skoða þetta í öryggisgöngunni, en mikið af þessu á þetta við út í mörkinni eins og í aðveitustöðvum. Við erum að vinna í lokuðum rýmum og við bara ýmsar aðstæður þar sem að þetta verður að vera á hreinu. Við vitum að við höfum tækifæri þarna en eins og Aldís sagði að það er bara að fagna því að við erum að fara yfir þetta og
getum gert betur. Ég hafði svolítið gamna því að mér dattaði í hug þegar að þú ert að tala bangsann og þennan stóra viðburð þarna að fyrir stuttu að þá kom sonur minn af leikskólanum 3 ára gamall og þá hafði hann verið að læra eitthvað og var að sýna okkur þetta og það er sko 1, 2, 3. Það hafði verið að kenna honum 1, 1, 2 sko. Já, nei, 1, 2, 3. En ég held að þetta hafi snúist það að væri með 1 munn, 1 nef og 2 augu og það var verið að kenna þeim að hringja í neyðarlinna og hann var með þetta alveg á hreinu. 1, 2, 3. En hann kann allavega að telja upp í 3. Þorkell Ágústsson er sviðsstjóri flugsviðs eða rannsóknarstjóri flugsviðs hjá rannsóknarnefnd samgönguslysa og hann er hingað kominn og ætlar að halda fyrir okkur stutt erindi. Gjörðu svo vel, Þorkell. Já, komið sæl. Takk fyrir að bjóða mér hingað. Ég verð að fá að hafa síman hérna því ég er á bakvaktinni, þannig að fæ bara að hafa hann hér. Og fer ég þá bara á næstu. Já. Aðeins með 112, bara til að ljúka því. Við segjum aldrei 112. Það er akkurat út af þessu með krakkana. Þau þekkja 112. Það er ekki víst að þau kunni 112 sko, þegar það var hringja. Þannig að þá vitið þið það. Þorkell heiti ég og er hjá rannsóknarnefnd samgönguslysa. Ég er búinn að vera þar í 20 og eitthvað ár. Og er eins og Aldís verkfræðingur en ekki doktor. Ég er þar á undan lærði ég vélvirkjun og var hjá Ísal og kynntist svona öryggismenningu þar, svona mjög ítalegri, þannig að þekki það. Og síðan rekstrarfræði og verkfræði frá Álaborg í Danmörku og svo lærði ég líka að fljúga, þannig að það er svona einhverjar. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá rannsóknarnefndinni og reyna að tvinna svona aðeins virðinguna inn í það líka. Og þið bara hekja ekkert við að spyrja annað hvort bara á meðan ég er með fyrirlesturinn eða á eftir. Og byrja aðeins að segja ykkur frá nefndinni og hvernig við störfum og síðan svona aðeins nánari varðandi samskipti við aðstandendur og slíkt. Nú, get ekki tekið þetta af hér svona já. Hjá nefndinni eru sko 7 starfsmenn, það eru 2 rannsakendur á hverju sviði og svo 1 á skrifstofu eða svona skrifstofustjóri, móttökuritari kallum við það. Og það eru sem sagt 2 rannsakendur á hverju sviði og síðan höfum við nefndarmenn og nefndarmenn sem sagt rannsakendur svara síma og fara í útköll og framkvæma rannsóknina. Og svo að henni lokinni að þá skrifum við drög að lokaskýrslu sem að nefndin fer svo yfir og samþykkir til útgáfu. Og nefndarmenn hafa svona mismunandi bakgrunn og sem að nýtist okkur við rannsóknirnar. Þannig að þetta skiptist svona á milli sviða svolítið. Og þeir nefndarmenn sem að tengjast viðkomandi sviði eins og þið sjáu þarna flugstjóri og flugvirki og flugumferðarstjóri og slíkt, þeir sækja nefndarfundina sem að flugsvið er að fara að gefa út skýrslu og svo aðrir sviðum, sjósvið og umferðarsvið. Þannig að þetta er 20 manna hópur þó að rannsakendur séu kannski fáir. Nú, við erum í þessu í raun og veru í einum tilgangi og það er að auka öryggi í samgöngum. Auka öryggi í flugi, auka öryggi á sjó
og auka öryggi í umferðinni. Og við erum reyndar með köfunarslys líka. Við erum ekki til þess að skipta sökaðábyrgð. Það sést kannski illa þarna, en við erum að þessu án þess að skipta sökaðábyrgð. Við erum bara að reyna að finna sem sagt, orsakir og hvernig við getum komið í veg fyrir endurtekningu. Og það geta farið af stað aðrar rannsóknir eins og hjá lögreglu eða hjá reglugerðarbatterí eins og flugmála eða samgöngustofu eða bara hjá fyrirtækinu sjálfu ef það er fyrirtæki á bakvið slys eins og flugrekstraraðili og skipafélög og annað slíkt eða rútufélög. Að þau gætu sjálfsögðu farið af stað með sínar rannsóknir, Isavia, með innanhúsrannsókn, en það eru algjörlega aðskildar rannsóknir frá okkar rannsókn. Þannig að sjálfstæði, þetta eru gildin okkar, sjálfstæði, fagmennska og öryggi eins og talað var hérna áðan. Þetta eru okkar svona gildi og sjálfstæði algjört lykilatriði fyrir þessa stofnun og erum engu háð. Það var sameining þessara 3 nefnda, umferðarsvið, sjósvið og flugsvið árið 2013. Áður voru þetta svona 3 míkróstofnanir og sameinuðust í eina pínu litla í raun og veru. Og þá fórum við í stefnumótunarvinnu og lögðum áherslu á þá þetta sjálfstæði. Það er svona lykilatriði í þessu öllu saman. Við erum á bakvakt rannsakendur allan sólarhringinn, allan ársins hring og reynslan sýnir okkur bara að ef við getum farið af stað því fyrr sem við förum af stað með rannsóknir að koma á vettvang því betri verður rannsóknin. Nú við erum með svona samtals svona 70 rannsóknir á ári. Það er ekki allar rannsóknir sem krefjast útkalla eða það er kannski ekki alltaf hringt í okkur strax. Stundum förum við af stað með rannsókn bara eftir öðrum ábendingum og þetta er svona það bil einu sinni í viku ef við lítum á alla stofnunina. Þessi mynd er á vefsíðun okkar en þetta er þannig að er ekki með bendil hérna. Já. Þá er ég bara með músina, það ekki? Já, hann sést. Það sést hérna allstaðar annars þegar hann á skjánum. Allavega, að þá, nú veit ég ekki hvort ég fara á mynd, en þetta byrjar bara með útkalli eftir ýmsum leiðum. Síðan fer á stað vettvangsrannsókn og hún getur verið svona 1 dagur til eða nokkru klukkutímar og upp í viku eða jafnvel lengur. Eins og til dæmis þegar flugvél fór niður í Þingvallavatn, þá var sá vettvangur, tók marga mánuði, en við vorum þar fyrstu vikuna alveg við vatnið. Síðan er þessi svona frumrannsókn sem að tekur kannski mánuð, þá erum við svona átt okkur á í hvað átt rannsóknin er að fara og á stundum þá getum við gefið út bráðabirgðaniðurstöður eftir það. En það er bara ef það kallar á tafarlausar breytingar einhvers staðar og á svona meira við ef þetta er á alþjóðavísu. Síðan fer hinn eiginlega rannsókn af stað og hún getur tekið 1, 2 eða 3 ár og svo skrifum við drög, þá erum við hér og svo skrifum við drög á lokaskýrslu og svo tekur nefndin við. Nefndin fer yfir þessi drög og samþykkir að senda drögin út og þá eru þau send á aðila máls. Þau eru send sem sagt á þá sem stýrðu farartækinu, á sem sagt rekstraraðila, samgöngustofu, sem sagt reglugerðarbatteríið en þau eru ekki send á aðstandendur. Þetta er svona tæknirannsókn og er send á þessa aðila til þess að gera sem sagt niðurstöðuna eða útkomuna sem réttasta. Þannig ef það er eitthvað rangt þá
þá er þarna tækifæri til þess að leiðrétta það. Nú síðan ef að það berast athugasemdir þá fer þetta aftur fyrir nefndina og fer yfir þær og að því loknu þá er skýrslan birt opinberlega. Og skýrslan er sem sagt birt hérna á vefsvæðin okkar og þar eru vonandi í flestum tilfellum tillögur í öryggisátt. Það er síðasti kaflinn í skýrslun okkar og skýrslunar eru í raun og veru allar eins, það eru 4 kaflar. Það er sem sagt slysið, greining og niðurstaða og tillögur í öryggisátt. Og þetta eru tillögur, við getum ekki sagt fólki að gera þetta, en vonumst til þess að verði brugðist við þeim og svo að þetta kom ekki fyrir aftur. Og þess vegna er svo mikilvægt að taka samtalið það hvað er raunhæft í þessum tillögum. Það er engin sem sagt akkur fyrir okkur að gefa út óraunhæfar tillögur sem ekki er farið eftir. Og þess vegna í þessum athugasemdaferli að þá koma oft ábendingar að þetta mætti orðast svona eða vera svona, þannig að það sé raunhæft að gera það. Við vorum með svona, höfum sagt að gjarnan í fyrirlesturum að gerðum það áður, að besta tillagan fyrir okkur var að hætta bara að fljúga og þá yrði bara engin slys og svo raun gerðist það bara í COVID. Fengum við þessa tillögu bara, eða þessa ósk okkar uppfylda sko, í einhvern smá tíma. Þannig að það var miklu minna flogið og miklu færra slys. Ekki einn spurning. Já, gjörðu svo vel. Hvernig bregst svona aðilar við þessum tillögum? Sko, framleiðendur, til dæmis á loftförum, eru mjög jákvæðir. Þeir vilja bara laga hlutina. Flugrekstraraðilar líka. Langflestir þekkja þessa aðferðafræði, hafa setið öll þau námskeið sem við sitjum og það er yfirleitt tekið vel í þetta. Það er frekar ef að það er sem sagt minni þekking að menn svona kannski fari í einhvern svona öðruvísi gír og þá tökum við bara spjallið og þetta er ekki, eins og ég segi, þetta er ekki skilyrði sko, þetta er það sem við höfum fundið út og þarna var sem sagt eitthvað gert eða ekki gert, svona átti að gera það og það er einhver frávik og það er eitthvað hægt að bæta. Þannig að yfirleitt er þetta mjög vel tekið þetta. Nú við erum svona í alþjóðlegu umhverfi, bæði á sjó og í flugi og líka í umferðinni. Það er náttúrulega framleiðendur eru út allan heim. Þannig að ég svona kannski á það til að segja ykkur meira frá fluginu því að ég er inn á flugsviðinu og við störfum bara eftir íslenskum lögum sem að segir okkur að við eigum að vera sjálfstæð og við eigum að vinna svona. Við förum eftir Evrópureglugerð og alþjóða flugmálasáttmálanum, þetta er ekki eitthvað sem við fundum upp. Förum eftir þessum reglum og það er mikil samskipti milli ríkja í allir þessari vinnu. Núna á þriðjudaginn er fundur í Madrid þar sem við erum að fara einmitt yfir með alþjóða flugmálasáttmálanum yfir aðstoð við aðstandendur. Það er annar fundurinn sem er haldinn í tengslu við það. Síðan er það þannig að þegar að slys verður hér þá fáum við aðstoð og ef það verður annar staðar á íslenskráðum loftförum þá aðstoð við út í heimi. Nú, vitum við hvað gerir ég núna? Það eru sem sagt fyrirskrifaðar bara leiðbeiningar þetta allt saman. Þessi blái hérna lengst til hægri, hann segir okkur bara hvernig reglugerðin á að vera og lög í landinu og hvernig við eigum að vinna þetta. Græna skjalið segir okkur hvernig við eigum að þjálfa okkur. Hvíta skjalið segir hvernig við getum rannsakað hinn mismunandi slys. Svona 500 síðna skjal fyrir eftir hvað gerist. Og þetta
fjólubláa hérna næst mér hvernig við skrifum skýrslu og hvað hún á að innihalda og annað slíkt. Þannig að þetta mjög þægilegt að hafa allar þessar leiðbeiningar. Og það gefin út bæklingur til dæmis hjá Evrópusambandinu það hvernig sem sagt fyrir aðstandendur. Og nú ég aðeins komin sem sagt þá frá stofnunni sem slíkri og vinnubrögðunum okkar og yfir á þessa virðingu gagnvart þeim og fyrir slysinu sjálfu. Að það þarna í miðjunni sem ég dreg hérna fram núna. Þetta ekki bara séríslenskt fyrirbrigði að rannsókn geti tekið 1 eða 2 eða 3 ár. Þetta sem sagt alkunna og flest ríki standa frammi fyrir þessu. Þetta það sem gerist á fyrstu tímunum, fyrstu vikunum, fyrstu mánuðunum, fyrstu ársfjórðungi, fyrsta árið, annað og þriðja. Þannig að það svona verið að reyna að útskýra það í einmitt hér. Og svo einmitt hérna sem sagt að við förum með aðstandendum á vettvang sé þess óskað og aðstoðum við það. Þannig að það sem við gerum líka að við kynnum fyrir aðstandendum bara á okkar skrifstofu af hverju þessi rannsóknir að fara af stað, hvernig við störfum, hvar við erum og hverju við erum. Ég segi hverjir, það eru bara karlmenn sem rannsakendur og allavega ennþá. Og fyrirkomulag rannsókna og síðan þegar við erum að fara að gefa út þessa lokaskýrslu að þá förum við yfir það áður en hún birt. Og þá ég að tala kannski 1, 2, 3 dögum áður. Og skýrum út bara niðurstöðuna sé þess óskað. Sumir vilja ekki þiggja það en það í boði allavega. Og síðan líður og býður og aðstandendur vilja kannski fá að sjá flakið og þá gerum við það með skipulegum hætti. Nú, ég hef sagði þáðan, við erum í samstarfi við önnur ríki. Við erum í alþjóðlegu samstarfi sem sagt bæði Norðurlandar, Evrópu og alþjóðlegu. Og síðan erum við í mjög góðu sambandi bara við okkar systurstofnanir og það skal ég segja ykkur svona fyrirfram ákveðið fyrirkomulag varðandi aðstoð. Fæ oft spurningu hvað ætlið þið að gera? Þið Ragnar, ég og félagið minn Ragnar sem líka að rannsaka flugslys ef að verður stórslys hérna. Og þá höfum við aðra rannsakendur, við höfum nefndamenn til að fylla í okkar svona skipuritt fyrstu klukkutíman og fyrstu dagana. En þetta fólk að vinna sína vinnu og fljótlega þá bara kemur myndi ég segja svona 20-30 manns okkur til aðstoðar. Bæði frá systurstofnunum, frá framleiðendum, frá flugmálastjórnum annars staðar í heimi og þannig að við fáum mikla aðstoð bara strax. Þannig að við erum ekki alveg svona einir með þetta. Ég setti þessa glæru bara svona til gamans. Þetta eru svörtu kassarnir. Þeir eru sem sagt appelsínugulir. Og það bara svo þeir finnist. Og hér á þeim svo kallaður beacon. Og hann pingar í 90 daga. Var 30 daga, búið að breyta í 90. Þá gefur hann frá sér ákveðna tíðni. Sem sagt og pingar. Ef þetta fer til dæmis undir vatn eða verður fyrir höggi og þá hægt að leita eftir þessu pingi til þess að finna loftfarið. Það getur verið erfitt ef þetta mjög djúpt en það eru samt sendir bátar niður og leita eftir þessu. Er ég þokkulegur á tíma eða? Ok. Ég með að því aðeins á undan áætlun. Það eru með dæmi hérna 2 atvik. Það annars vegar þegar Sif fór í sjóinn. Þá
þá hérna svona rör hérna, þetta svo kallað pítotjúp eða hraðastemmurör, var hérna og sprengdi þetta flotholt og hér var hoist eða spil og svo var hurðin skilin eftir opinn þegar eftir hún fór í sjóinn sem var til þess að hana hvolfdi og annars hefði hún átt að fljóta. Við fengum hljóðrita vegna þess að hún fór á hvolf og þá stoppaði hann og það sem við fengum út úr hljóðritanum, hljóðritin var þá einn af þessum appelsínugulu sem ég sagði ykkur frá áðan, að hann það var engin ferðriti þar en hljóðritin hann gaf okkur upplýsingar að annar hreyfillinn hefði gefið sig og það var þannig fyrst kannski segi þegar við fáum svona blautan hljóðrita þá er hann blautur þangað til við lesum af honum og við fórum með hann sem blautan til Bretlands og hann er settur þar í vask og svo er hann opnaður þar og þurrkað og spilað á honum strax. Og fyrst þá gátum við ekki fengið við heyrðum bara hljóðið úr meinrótor en náðum ekki mótorunum vegna þess að þeir eru á miklu hærri tíðni. En þetta hafði gerst nýverið áður í Bretlandi og Frakkar aðstóðu þá við að færa hraðan niður á afspilunni og við gátum nota samskipti úr turni til að mæla þann tíma og þá gátum við bjaga þetta einhvern veginn upp í heyri hreyflunum og þá sjáum við annar hreyfillinn hann er að flökta og svo fer hann niður í ægul og meðan var hinn að reyna að bæta við sig til þess að viðhalda sama meinrótarhraða, fer svo í hámark og eftir það að þá var bara einn hreyfill í gangi og hún réð ekki við það og féll þar lendi í sjóinn. Þannig að þetta var svona pínu snúið að ná þessu loksins í gegn og þegar við sáum þetta þá fórum við með báðar hreyflana og reiðum þá í sundur og reyndum að finna eitthvað af þeim og endanum að þá fundum við svona frávik í svokölluðum fuel control unitum sem að við þurftum líka að rífa í sundur með framleiðanda. Þetta gerist á 70 sekúndum? Já, þetta gerist mjög hratt og hún var í hífingaræfingum þannig að hún var mjög lágt. Hún bara allt í henni kemur viðvörun og svo bara niður. En þeir voru nógu fljótir að skjóta út flotum. Annað þetta er Atlanta-atvik sem gerist í Bangladesh. Það kveiknar í 747 í lendingu, öðrum vængnum og þar er engin rannsóknarnefnd eða var engin og við, Ísland var þar með rannsóknarréttin eða skylduna og ég fór þarna út og rannsókuði það og mestur eldur var við hreyfilinn og öll athyglin beindist að því og við fundum hvergi nokkurs staðar fjúilleka og á endanum að þá prófuðum við að senda þarna nokkra flugvirkja og þeir hoppuðu bara á vængendanum og þá kom í ljós þessi pösa sem að fljúga út við vænginn, þetta var ekki hjá hreyflinum. Þumalputtanreglan er þar sem eldurinn er hvað mestur, ég veit ekki hvort þú þekkir það, þar eru örugglega upptökin, en það var ekki í þessu tilfelli. Þá hafði þetta lekið að hreyfli eldsneytið. Og þá kemur í ljós að þegar við opnum þetta svo, þarna er þetta samsett þarna upp í hægra horninu og þegar við opnum að þá var þetta vitlaust samsett. Ég náttúrulega þekki það ekki og þekkti ekki hvernig þetta átti að vera en ég sá bara hvernig þetta var og ég fer að leita í handbókum kvöldið og ég finn það ekki, finn ekki hvernig þetta var og svo verður það
ástæðan fyrir ég fann það ekki að það var bara illa merkt í viðhaldshandbókunum, en það var þarna í gangi átak að skipta þessa gúmmíhringi og það var nýbúið að skipta þessa gúmmíhringi á þessari vél, en það var vitlaust samsett og þess vegna fór þetta að leka og kviknaði í. Við sendum draugin á það var í Malasíu sem flugvélni var viðhaldið. Þeir treystu okkur ekki, sögðu þetta fór algjörlega þétt frá okkur, en þá losnaði þetta eftir ákveðin tíma og það var aðalega vegna þess að safety-víringin var ekki rétt gerð, þannig að það var önnur orsök þar og þá á endanum þá þurfti ég að fara til Malasíu og þegar að þeir fengu samskonar vél inn til sín og sýnaði þetta, hvernig þetta gerðist á bara alveg heillri flugvél. Þá reyndar hoppuðu ekki á vængnum, heldur lögðustu á margir á einn hreyfilinn og bjuggum til þetta og þegar að þetta gerðist og allt fór að pusa út og þá trúður okkur og samþykktu skýrsluna til útgáfu. En löngu áður, þetta bara svona mánuði, 2 eftir rannsóknin hófst, það tók kannski 2-3 ára að klára þetta, að þá voru til, það voru 3 mismunandi samsetningar og þetta var bara ekki nógu skýrt í handbókinni að við sáum ekki vegginn fyrir framan vænginn fyrir framan og það þessi veggur eða vængur sem við þurftum að sjá til þess að vita hvaða samsetning gilti við vænginn. Notuðu aðrar aðferðir af því að þetta er mismunandi upp við væng, framlenging og við mótor og þeir notuðu kannski framlenginguna við vegginn. Og þá brást bara Boeing við strax og sendi leiðrétti viðhaldsbækurnar sínar og það var bara komið allt í gegn eftir mánuð. En í millitíðinni þá var ein vél í Keflavík og ég fekk einmitt útkallið miðanótt með samskonar leka, en það kveiknaði bara ekki í henni. Og þannig að þetta var ekki alveg einsdæmi, en eftir þetta að þá hefur þetta ekki komið fyrir. Þá held ég sé búinn. Hverja spurningar? Þakka þér kærlega fyrir Þorkell og þetta er svo sannarlega relevant við þann ömurlega atburð þegar að Rarik misti 5 starfsmenn í flugslysi. Sennilega. Ég leita þess að minnast á það. Ég ætlaði að gera það í lokin. Ok. Vissu eitthvað niðurstöðuna? Nei, ég þekki það ekki allavega. Ha? Komdu bara. Já, það var í raun og verið kynntur við það. Það var við kallum þetta svissnes og ostin. Það er aldrei ein orsök og það getur verið, ef það verður slys eins og þessum vinnustað eða svona, að það er svo oft nokkrir þættir sem að verða að leiða til slys. En mann er hættið til að segja, ég gerði þetta og þetta er mér að kenna. Það er ekki alveg svo einfalt. Þarna var lítið þjálfari, flugmaður með litla reynslu, ofhleðsla á þyrlunni og sviftivindar sem að voru í gangi, það voru sterkir vindar þarna og sviftivindarnir voru líklegir til þess að hafa áhrif á þetta og eins var gluggi flugmannsmegin sem var erfitt að loka og það var ábending á þessari tegund af þyrlu að tryggja það að hann væri lokaður að því að gæti verið kolmónixeitrun sem að kæmi inn. Þannig að þetta eru kannski 4 þættir sem að hjálpuðust að. Ef að sviftivindarnir hefðu ekki verið, þá þetta kannski ekki gerst, eða ef að flugmaðurinn hefði haft meiri reynslu, þá þetta kannski ekki gerst og svo koll á kolli. Þannig að... Takk Þorkell.
af því að nefnir svona svissneska ostamódelið að þetta snýst það að ostsneiðarnar eru varnarlögin okkar en við vitum að það eru göt í ostinu og stundum geta ostsneiðarnar raðað sér þannig upp að götin standast á og það er það sem að gerist í þessu. Þarna eru 4 varnarlög sem að Þorkell nefnir, þau brugðust öll. Þess vegna er stundum talað til dæmis mikilvægasta varnarlagið sem að kannski kemur ekki í veg fyrir slysið eða atburðin en það getur komið í veg fyrir að einhver slasist þegar að atburðinu verður og við köllum það gjarnan mikilvægasta varnarlagið. En mjög fróðlegt og snertir auðvitað þennan atburð. Það er líka svona fleira sem við getum tekið þarna út í rannsóknarnefnd samgönguslysa er verið að rannsaka atburði og þó að það sé nú ekki á jafn stórum skala hjá okkur að þá viljum við alltaf læra af öllum atburðum. Þess vegna er svo mikilvægt að skrá ábendingarnar, skrá atburðina, næstu því slys og við rannsökum. Við viljum gera rótagreiningu til þess að komast að því hvað var það sem að gerðist, hvað getum við lært, hvað var í umhverfinu sem að varð kannski valdur að atburði. Þannig að þetta er mjög svona tengt því sem við erum að gera. Gleymum því heldur ekki að við erum með starf, okkar starf er út allt land og Þorkell er í rannsóknarnefnd samgönguslysa sem að næri ekki bara yfir flugið. Við erum stöðugt á ferðinni og við allskyns aðstæður og því miður að þá hafa orðið alvarleg bílslys á okkar fólki. Þannig að það eru svo sannarlega öryggi sem að við þurfum að huga virkilega vel að. En þá er röðin komin að Birni Guðmundsssyni, öryggistjóra RARIK og hann er brosandi á þessari mynd en ég held ég hafi aldrei séð hann ekki brosandi. Hann er að fást við alvarlega atburði en hann gerir það með bros á vör og ég ætla að bjóða þig velkomin hér í Pontu, Björn. Sæl og blessuð öll. Ég prentaði hérna út nokkra blöðunga mér til stuðnings. Er þið líka ófeimið við að bara halda áfram að fara í veitingarnar? 100%. Mér langaði svolítið aðeins að bara segja, það er ótrúlega gaman að sjá hvað gekk vel í morgun í göngun okkar, öryggisgöngunni sem ég kem inn á eftir. Gaman að sjá alla taka þátt og ég vona að við gengi vel á öllum stöðunum okkar allt land. Í dag þá eigum við þessa sérstöku stundar sem við í raun og veru stígum aðeins út úr dagsins amstri, við stoppum og við horfum upp. Og við spyrjum okkur, hvernig viljum við vinna í þessu fyrirtæki? Hvernig viljum við koma heim og hvernig viljum við að vinnustafmenningin okkar er og að fólkinu okkar líði? Þema dagsins er virðing eins og búið að koma fram hérna nokkur sinnum og ég vil byrja á því að segja þetta eins skýrt og ég get. Virðing og öryggi eru ekki 2 aðskilin mál. Þau eru sama málið séð frá 2 sjónarhornum eða 2 hliðum. Öryggi án virðinga verður fljótt að svo kallari pappirsæfingu. Reglur sem hanga á vegg en lifa í hegðun. Virðing án öryggis verður hins vegar falleg hugsun sem skortir framkvæmd. En þegar virðing og öryggi fara saman, þá verður til menning sem verndar líf okkar, heilsu, fjölskylduna, okkar og framtíð. Og ég held að við getum alveg tengt öll við það að þetta verður svolítið að hanga saman. Þetta er ekki 2 aðskildir hlutir. Mér langar svolítið að tala um ábyrgðina líka. Virðing og öryggi, þetta er ekki bara heldur kurteisi, heldur ábyrgð. Þegar við segjum virðing, þá hugsum við oft kurteisi, tala fallega, hlusta og sýna tillitssemi. Það er svo sem allt rétt, en vinnustaður eins og okkar, þar sem alls konar orka, hæðir, þrýstingur, tæki, verið með umferð, þá geta hlutinni breyst bara á skotstundu og sekúndubragði í raun og veru og þá er virðingi líka eitthvað annað. Virðing kemur líka að okkar daglega starfi. Virðing er að taka áhættu alvarlega í öllu sem við gerum. Virðing er að láta ekki sem að hlutinni reddist og við tölum nú aðeins það áðan, frábær punkti við Aldís. Þetta er svolítið menningadæmi á Íslandi, að hlutinni reddast og við
við vitum ekki alveg hvernig niðurstaðan verður og við bara höfum trölla trú á að þó við vitum ekki hvernig endurinn að þá þetta bara gangi bara upp. Þó að það sé enga merkingar hérna, þá hljóta allir að rata hérna út þegar kveiknar í. Og þetta svona svolítið sem við þurfum að berjast við. En virðingin í því byggðist svolítið í litlu hlutunum, eins og bara ganga frá. Að Simmi Smiður, áhrifavaldur í Íslandi, sem lögga líka, hann segir alltaf öruggur vinnustaður, það er hreinn vinnustaður. Og hann talar alltaf það, hann er alltaf með hérna á vídeo og netinu og er alltaf svona að berjast í iðnaðarmannasamfélaginu í Íslandi að það verða að ganga frá eftir sig. Ekki bara koma til fólks og skilja eftir allt út allt og því fólk getur slasast, það getur stungið sér á einhverju eða fallið eitthvað og það skiptir ótrúlega miklu máli. Virðingin birtist líka í bara að merkja, að læsa og tryggja og nota hlýðabúnað eins og Magnús kom inn á, að spyrja þegar maður er óviss og það er okkur svolítið svona eðlislegt að þið kannski þekkið þetta, þið erum á námskeiði á ráðstefnu og það segir einhver, já, þið bara stoppið mig og spyrjið hvenær sem ekkert mál, en innst inn í okkur erum við oft bara svona, já, ég var að trufla alla, hann er hérna í miður ræðu, ég er bara alveg viss að þetta sé vitlaust eða ég hef bara mjög mikinn áhuga á akkurat þessu. Þannig að verður okkur svona svolítið eðlilegt að þetta ger ekki neitt með það. Svo líka að stoppa verkið, við erum í vinnunni út á hérna landi, hvort sem að við erum að koma á skrifstofunni eða við erum í framkvæmdaflokki og við sjáum verktaka til dæmis sem er ekki í hlýðabúnaði eða er ekki með hjálm eða er ekki að fylgja öryggisreglum okkar, þá er okkur svolítið eðlislegt að segja bara já, ég ætla nú ekki að trufla og ég ætla ekki að stoppa vinnuna, það getur kostað úrtalega mikið pening. En menningin okkar, hún byggist ekki upp öðruvísi heldur en segja stopp þegar hlutin er ekki réttir og fylgja reglunum. Það skiptir ótrúlega miklu máli. Og við þurfum svolítið að vera á varðbergi með það. Tryggvi, fyrir forstjóri, hann átti frábæra sögu sem hann sagði mér í fyrra. Þegar hann var að keyra Vesturland fyrir 20 ára síðan og hann kemur upp að framkvæmdaflokki hjá okkur og þannig eru 20-30 manns að vinna, enginn í hlýðafatnaði, enginn með hjálm og enginn að fylgja öryggisreglum. Og hann segir við öll, jæja, ég kem inn aftur á morgun og ef þið eru ekki öll komið hjálm og þið eru ekki öll komið hlýðabúnað, þá bara stoppum við verkið og bara hættum við þetta hérna grafinu streng. Við vitum menn að Tryggvi vaknar daginn eftir og keyrir þarna framhjá, sér þarna og er ekki alveg komin að þeim, sér að enginn í hlýðafatnaði og enginn með hjálm. Og hann sagði mér, og ég keyrði svo bara áfram, ég ætlaði nú ekki vera að stoppa þetta allt saman. En þetta er svo mikilvægt, við erum alltaf að hugsa kostnað skiptir ótrúlega miklu máli, við þurfum að hafa hann í lagi, en við þurfum líka að hætta að hugsa það kostar pening að segja stopp. Það getur líka að kosta mannslíf að segja ekki stopp. Og það er eitthvað sem við þurfum að hugsa. Þannig í dag þá fórum við í öryggisgöngu og öryggisgangan á sér birtingamynd í mörgum öðrum geirum. Í kjarnorkugeiranum og sérstaklega þá í fluggeiranum. Þetta er Concorde þota og þetta er frægt atvik sem ég ætla að segja ykkur frá. Árið 2000 í júli þá fórst Concorde frá British Airways, Air France, sem var leiðinni frá París, Charles de Gaulle, til New York. Og hún fórst út af því að aðskotarhlutur úr dekkinu skaust upp í vænginn og vængurinn olli því að það lag eldsneyti á vængnum og flugvélin sprakk. Viku áður en þessi atburður var, þá var framleiðendur á flugvélinni að segja þetta er öruggasta flugvél í heimi, við höfum aldrei lent í neinu. En í kjölfar á þessu atviki, þá var til eitthvað sem hét FODWOC eða svona svokölluð öryggisganga, Foreign Object Debris. Það er að segja að á flughlaði eða á flugbrautum að það séu ekki aðskotarhlutir sem geta farið inn í hreyfil, í dekk og svoleiðis. Þannig að áður en næst þegar þið farið í flug til dæmis, kíkju út gluggann og þá sjáu þið kannski einhvern sem er að labba svona. Það er að kíkja. Þá er hann að kíkja hvort það sé eitthvað á rampunum sem getur farið inn í hreyfilinn. Hann er að passa það að flugferðin ykkar verði örugg. Og það var það sem við vorum svolítið að gera í morgun. Við vorum að labba hérna og skoða slökkvilistæki, öll skiltin okkar, neyðarrýmingar, við vorum að skoða allar aðstæður og allt vinnuumhverfi okkar og hversu öruggt það er. Og hérna skal ég segja ykkur, við fórum svona öll saman og það var ótrúlega gaman að sjá hvernig, þú veist, fólk fór milli hæða, heldur var ekki bara á sinni hæð og var að kynna sér líka bara hvernig öryggismál eru heilt yfir, sem var ákveðin svona virðing við kollega okkar og svona svolítið samstarf. En öryggisgangan er ekki bara tékklisti eða gátlisti, hún er spurning. Hvað sjáum við þegar við hægjum á okkur? Það var einhver frábær starfsmaður hjá okkur í gær sem kom upp með mér og sagði
ég get nú alveg nefnt hann á nafn, það er hann Egill hann í hurðinni, stórvinnur okkar, það fer ekki fram hjá neinum. Hann Egill, hann sagði mig, það er slökkvilistæki hérna bara í ganginu með okkur. Það var ekki fyrir að við byrjum að tala þetta sem ég tók eftir því að það er slökkvilistæki hérna. Ég er bara að koma inn í vinnuna, þú veist, mörg ár, labbaði það fræjá og aldrei séð þetta slökkvilistæki, aldrei spáði því. Fyrir að þú gegnumgert ferð og skoðar umhverfið, það er slökkvilistæki hérna. Ef ég hníg núna niður í ponti af stressi við að tala við ykkur öryggismál, hvað er hjartastöðutæki á þessari hæð? Vitum við það? Já, frábært, vel gert. En hvar er það á Akureyri? Hvar er það á Sauðárkróki? Hvar er það á Egilsstöðum? Við þurfum að spyrja þessar spurninga. Höfn í Hornafirði, Selfossi, Hvolsvelli, Borgarnesi, Stykkishólmi. Við erum með svo margar stöðar og við viljum vera með sameiginlegt plan og hafa þetta eins og öllum stöðum. Við viljum vera örugg hvar sem við erum, alls staðar í vinnunni. Og við eigum líka að segja, þú veist, hvað er augljóst? Af því að það verður oft svona ósýnilegt eins og ég sagði. Við eigum að skoða merkingarnar, rafmagnsbúnað og skápa. Mér var gaman að sjá hvað fólk var bara ótrúlega hugmyndaríkt og fór að skoða alls konar hluti. Fór að skoða hversu sleift gólfið var inn í eldhúsinu og ég vona að það verið eitthvað svipað á hinum starfsstöðunum okkar. Að fólk hafi svona hort svona svolítið út fyrir kassan og sé hvað var að ske. En mér langar svolítið að tala um svona þessar göngur og hvað hún skilar. Hún finnur veikleika á henni að verða atviki, sem mér finnst mjög mikilvægt. Hún gerur okkur meðvituð umhverfið sem við erum í, sem að þegar við erum upptekin og við erum að hlaupa á fundi eða við erum að hlaupa í mat, þá erum við svolítið í tunnel vision. Við erum bara að horfa á hvað ætli krydd og kavíar segir mig í dag, eða hvað er í matinn á Selfossi, þú veist, og við erum svolítið að bíða eftir, þú veist, þessu, og við missum svolítið umhverfinu okkar þegar við erum á autopilot. Þannig að svona ganga, hún finnur þessa veikleika og hjálpar okkur að meðvituð umhverfið okkar. Hún styrkir líka okkar sameiginlegu sýn í öryggismálum. Hvernig getum við saman byggt upp góða menningu? Hún sendir skilaboð, hér er allt eðlilegt, hér er eitthvað sem ég tek eftir, hérna er eitthvað sem ég er á hæði á einhverjum öðrum og þannig að þetta snúist ekki bara okkur sjálf. Í raun og veru má líka þessari öryggismenningu okkar við hópíþrótt. Mér finnst þetta mjög viðeigandi mynd fyrir daginn í dag. En öryggi er hópíþrótt. Það er ekki einn öryggisaðili sem séur öryggið og allir aðrir vinna, heldur erum við öll að vinna þessu saman. Í góðri öryggismenningu þá bendir fólk á frávik. Það talar mistök sín, það tilkynnir næstu því slys, af því að það er mjög stutt með því næstu því slys og slys. Við spurjum, ertu viss? Ekki bara segja ekki neitt. Við segjum stopp og eigum ekki bara að ræða þetta þess, áður við fyrir að staða hérna. Á þetta að vera svona, erum við alveg 100% á þessu. Og hér kemur virðingi sterkinn að taka á móti ábendingum án þess að verði persónulegt. Magnús kom svolítið inn á þetta áðan. Því þegar einhver bendir á hættu er hann ekki að gagnrýna þig sem manneskju, hann er að virða þig nógu mikið til að vilja að þú komin heill heim, sem að mér finnst ótrúlega mikilvæg skilaboð. Við verðum bara að taka öllum öryggisábendingum þegar fólk er skoða, það er enginn að gera grín á okkur, það er enginn að segja við sem við léli í okkar starfi. Eða þú veist, það vantar brunaspjaldi hérna, ég er nokkuð vissum sem öryggistjóri þá því ég hef bara búin að taka eftir því hérna á fyrstu vikum minnum í starfi. Við þurfum að horfa inn á við og segja bara, en við getum byrjað í dag, við getum gert eitthvað einu sem núna. Við þurfum að geta sagt, takk, ég sá þetta ekki. Gott að þú stoppaði mig, ég vil heyra þessa setningu næst, gott að þú stoppaði mig. Eða við skulum laga þetta núna, sem er bara náttúrulega besta setningin. Gerum eitthvað strax í þessu. Virðing fyrir reglum þegar þær eru skrifaðar reynslu. Mér finnst þetta kannski bara mjög viðeigandi mynd fyrir okkar gera. Reglur eru oft, eins og sagt skrifaðar í blóði þegar það verða mjög alvarleg atvik. Þá getur fólk bara slasast og það er raun og veru ekki sett á verklag eða við breytum ekki verklag eða við minnumst ekki á neitt nema eitthvað gerist. Við erum ekki að horfa á næstu því slysinu okkur nógu vel. Við erum ekki að rótagreina nógu vel. Og það eins og ég segja, skrifaðar í blóði eða minnstakosti með sársauka. Það verða til vegna þess að einhver tíma gerist eitthvað og við virtum ekki reglunar af því við þurftum ekki að læra þeim. Við vitum alveg hvað við erum að gera, við þurfum ekki að læra þessu. Þetta er eitthvað sem skiptir mjög miklu máli að breyta svolítið hugsun. Ef að við kannski þekki þennan mann, Edward A. Murphy, eða hann komið það sem er kallað í dag Murphy's Law. Ef það getur gerst, þá mun það gerast. Eða það sem hefur gerst, gerist aftur nema við greinum hættuna og orsakir slysins. Það sem ekki hefur gerst, gerist ef við gætum ekki aðstæðum. Mér finnst þetta alveg bara gott mantra og Magnús kom svolítið inn á þetta áðan með fjarvera slysa því það er ekki endilega við sem örugg. Við þurfum að gæta þessu hverjum degi, við þurfum að halda öryggisdag en við eigum líka að hugsa öryggismál fyrir utan öryggisdag.
Við erum bara að tilengja okkur það á hverjum degi, ekki bara hlaupa næsta fund, heldur að vera að spotta, vera að kíkja. Ég veit að þetta er þarna, hvað ætli gerist ef þetta svona? Og setja öryggisgleraugun á okkur, ekki bara þegar við höldum við erum einhverju rosalega hættu. Heldur, við þurfum að búa til umhverfi þar sem við erum gagngert að skoða og við verðum ekki samtuna. Til að segja ykkur örstuta sögu. Hérna í Hollandi fyrir 20 árum síðan, þá var risastórt hringtorg rétt fyrir þetta Amsterdam. Og á þessu hringtorgi var göngubraut og það var hjólabraut og það var bílabraut og þetta kom allt inn á sömu gatnamótin, brjála að gera inn í litlum bæjana. Þá var það bara fullt af hjólaslysum, bílaslysum og gönguslysum. Þannig að bæjarstjórinn og sveitastjórnin þau ákveða, við þurfum að gera eitthvað í þessu, við getum ekki öll þessi slys. Þannig að þau hringdu í öryggisverkfræðing að fá prófessor frá Lundháskóla sem kom inn og skoðaði þetta viku og hann sagði, já, ég er með lausnin á þessu. Við ætlum bara að fjarlægja öll skiltin. Öll skiltin tökum að vera burtu, þá lagast þetta. Sveitastjórinn og bæjarstjórinn bara, shit maður, við erum búin að ráða einhvern hippa hérna til þess að fara yfir öryggismálum með okkur. Herðu, viti menn, á fyrstu 2 vikunum dró 30% úr slysum, eftir 2 mánuði þá var komin inn í 50% og eftir ár þá var held ég 1-2 slys á ári. Og pælingina sem var mjög einföld. Með því að taka allir þessi skilti í burtu, þá fór enginn autopilotinn í þetta hringtorg. Þá voru allir eitthvað, shit, ég veit ekkert hvað ég á að gera. Það er ekkert skilti sem segir mér hvort ég að hægja á mér eitthvað, ég sé bara fullt af fólki að hjóla og labba, ég ætla bara að fara sjúklega varlega. Og þetta er ótrúlega góð pæling. Ég er ekki að segja að fara að taka niður öll skiltin hérna, bara þannig að það sé sagt, en þetta er svona öðruvísi nálgun á þessar hugmynd. Og mér finnst mjög mikilvægt að hugsa þetta svona, út frá Murphy's Law, er að segja að það getur allt gerst og við þurfum stundum svolítið að hugsa þannig. Það getur allt gerst og við þurfum pínu að vera á varðbergi, svolítið í svona primal mode stundum. Ekki bara á autopilot, eins og þegar ég fer af sjálfkerrandi jeppanum minnum yfir á Ford Fiesta mína sem er beinskipt og þá er ég stórhættur í umferðinni því að Volvo minn leiðrétti mig þegar ég beygði vitlaust og gefur mér stefnuljós og skammar mig þegar ég bremsi ekki nógu hratt. En Fiestan mín, hún er bara beinskipt og með engri tækni og ég var stórhættur í umferðinni í mörg ár þegar ég var að skipta á milli. En mér langaði svona að tala 3 atvik núna sem hafa gerst í sögu RARIK. Það hafa komið upp því miður mörg atvik í gegnum söguna. Það hafa náttúrulega liðið svolítið langt síðan við lendum í dauðasleysi, eða það fyrir rúmlega 30 árum síðan, en við lendum í alvarlegum atvikum á hverju ári hérna á RARIK. Ég ætla að tala þessi 3 atvik ekki til að opna gömul sár, heldur til að sýna virðingu. Virðingu fyrir þeim sem lendu í þessum atvikum og slysum og fyrir aðstandendum og fyrir okkur sjálfum sem vinnum í dag með skyldu til að læra, sem mér finnst mjög mikilvægt. Mér langaði að segja ykkur frá banaslysinu fyrst. Árið 1995 var það hörmulegt banaslys við Laxavatnsvirkjun sunnan Blönduós. Starfsmaður RARIK, Bragi Reynir Axelsson, lést við störf þegar hann var að vinna við aðalrofa í virkjunarhúsi Laxárvirkjunar og varð fyrir raflosti og talið var hann hafi látið samstundis. Það eru nokkrir starfsmenn RARIK í dag sem voru starfsmenn á Blönduós á þessum tíma. Ég hef komið mér á tala nokkra af þeim og fengi bara frábær viðbrögð. Ég settist niður með Dettu í gær, ég hef búin að tala við Guðmund, Jón Ísaks var líka að vinna á Blönduós á þessum tíma og þetta var, eins og Magnús lýsti áðan, þetta bara svona alltaf stoppa þegar eitthvað svona gerist. Bara svæðið stoppar og það fer einhvern veginn allt í lamasess. Og mér finnst bara mikilvægt að við lærum á svona atvikum og við tókum smá viðtali við hann hérna Guðmund Sigfússon í framkvæmdaflokki Blönduósi sem var í framkvæmdaflokknum á þessum tíma sem ætlar að segja aðeins frá þessu. Valli settist niður með honum og mér finnst kannski bara mikilvægt að við vitum af þessu. Við tölum þetta og hugsaum þetta alla daga og þó að þessu liðin 30 ár þá getur alltaf allt gerst hjá okkur og við þurfum alltaf að vita og læra leksíu í fortíðinnar. Hvað segir þið með Braga Heikir? Voru búin að vinna lengi saman? Við vorum búin að vinna saman í cirka 4 ár. Var hann þessu vesturinn þinn hérna á svæðinu? Já, hann tók við að Jónasjóðin fór frá. Getur eitthvað sagt mér frá atburðinum eða slysinu? Hvernig þetta svona barað sem frá þínu sjónarhorni? Slysið er náttúrulega að hann að vinna upp í Laxárvatni ásamt Láka að endurnýja búnaðinn í aðtöflu Laxárvatns. Og hann tekur rafmagn með aðtöflunni og aðalrofi, hann er gamall nýrofi sem hann tekur fráttið af og
síðan tekur að plasti, öryggisplastið af. Og þá eru teinarnir eftir sem eru þá spennuhafandi. Það sem gerist að hann teygir sig ofan í kananum og höfuðið lendir á milli teinanna sem hann ber á milli passa. Hvað var stúinu dag? Við vorum bara hérna á starfstöðinu á Blönduósi og þetta fyrir hádegi sem þetta gerist og Haukur biður mig sambandinu og biður mig að koma með sér til Laxár. Það hefði orðið slys. Við vissum ekkert hvað var að gerast, það var slys upp í Laxárinu. Þegar við komum síðan upp eftir þá þarna sjúkrabílar og löggubílar og allt liðið og verið að gera að Braga heitinum og það sem hún var látið. Það látist samtímis. Láki tók á mótorhraða og var náttúrulega í annarlegu ástandi, mikið niðri. Já, hann hefur ekki verið andlega ójafnlega í kalli. Já, svo þetta var rosa svo. Hvernig var svona vinnan á þessum tíma? Var starfsfólk svona alveg að vinna undir spennu á þessum tíma? Voru eitthvað, öryggisreglurnar 5 voru kannski ekki alveg komnar til? Nei, öryggisreglurnar voru ekki komnar. Nei, menn voru ekki að vinna þannig að undir spennuöfni sem að tryggja sig. Öryggisreglurnar voru ekki að vinna. Spennuvældu kannski, og áður fóru að vinna. Já, við vorum svona ekki mikið í svona töflum en þarna var náttúrulega línuvinnan með. En var það bara einn að vinna þarna? Var engin annar á starfsstöðinni hér að vinna með okkur? Var það bara Þorlákur í Laxári? Já, þeir voru bara 2 frá og það þurfti ekki fleiri mannskap í þetta. Láki var með honum í þessu verkefni. Hendin í öllu. Þú sagt mér eitthvað svona eins og viðbrögðin hérna eftir slysi. Fenguð þið til dæmis einhverja áfallahjálp, boðið upp einhverja svona andlega hjálp? Já, daginn eftir þá var haldinn hérna sameiginlegur fundur. Fengum yfirlæknir á Blönduósi og sjúkrafræðing sem voru hérna með svona áfallateymi og það var allir fundir sín og skjallað athygli. Og breytt niður svona. Já. Veistu svona hvernig voru hvernig var svona, hvaða ár hefði þetta svona starfsfólkið svona fyrsta eftir? Það var gríðarlegt sjokk að vera að byrja þessu. En ég veit ekki alveg svona, í minningunni fannst mér bara eins og það hann til loka á þetta á allt áfram. Tekið það bara kassanum og haldið á það? Það líka þessu. Þetta er mjög áhrifaríkt og mér finnst þetta sé eitthvað sem við þurfum að passa upp á hverju ári þegar við höldum öryggisdaginn að læra af þessu, minnast þess, þannig að nýja kynslóður, nýjir starfsmenn líka geti lært leksíurnar. Eins og ég sagði áðan, þetta stoppaði svolítið starfsandan á Blönduósi á þessum tíma og allir sem ég ræddi við lýstu því bara þetta var rétt fyrir páska og páskarnir fóru bara í móðu og svo einhvern veginn talaði ekki um þetta og kannski fólk búin að sitja með þetta í mörg ár. Yfirskriftin á öryggisdeginum okkar í fyrra var hugrekki til að tala. Ég held að það eigi alveg jafnvel við í dag þar sem við erum að tala um virðingu og við þurfum bara virðingu fyrir að fólk á miserfitt með að tala. Og það er erfitt að segja frá svona, þannig ég er bara mjög þakkláttur fyrir alla sem gáðu sig að tala um mig, að segja mig frá þessum atburði og þannig að við getum lært á honum. En það er mjög þungt að segja það uppátt en ég held að það sé bara nauðsynlegt. Lærdómur sem ég held að við ættum að draga hér tengist virðingu á 3 sviðum. Virðingu fyrir orkunni eða rafmagninu til dæmis. Rafmagnið sem fyrirgefur aldrei gáleysi og það er bara svoleiðis. Virðingu fyrir verklagi, að rjúfa, staðfesta, einangra, tryggja, öryggisreglurnar okkar 5 sem eru okkar heilar. Þær á þessum tíma voru kannski eins og Guðmundur segir ekki alveg jafn ískorðar og búið að koma í djúpt inn í okkar menningu. Og virðing fyrir þeirri staðreind að stundum erum við mannleg, við erum bara þreytt. Við erum bara undir álagi, rútínu eða við erum að flýta okkur, við þekkjum það kannski öll. Og þegar við erum undir álagi og við erum þreytt, þá getum við gert mistök. Og það bara gerist. Og við þurfum bara virðingu fyrir því og við þurfum að búa til aðstæður þar sem við getum dregið úr því. Ég held að það sé ótrúlega mikilvægt.
Virðing í öryggi að leyfa sér ekki bara að segja bara þetta eina skipti. Því bara þetta eina skipti, það getur í raun og veru bara verið síðasta skiptið okkar. Þannig ef þið standið frammi fyrir þessu þetta hlýtur að sleppa, bara núna, bara once. Það bara ekki gera það. Við getum, það til verklag, við megum stoppa, það má einhver verða rafmagnslaus þó að við mælum straumleysismínútur, það má einhver verða rafmagnslaus í smástund ef það snýr að því að tryggja okkar öryggi. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við hugsum það alla daga. En næst langar mér að segja frá slysi sem varð aðeins fyrr í kringum 1973, 30. maí í Melskili í Staðarhreppi, en þar var hann Sigfinnur, Finni kallaður, starfsmaður Rarik, sem var vestjór á þeim tíma. Hann var upp í rafmagnsstaur við spennustöð í Melskili, þar sem var 11.000 volt á línunni, því á þessum árum var ekki hægt, þótti ekki mikið tiltökumál að fara að taka rafmagn af allir sveitinni. Það var bara eitt öryggi og það þurfti bara að slá alla út. Þannig að það var ekkert endilega verið að slá alla út. Þó í dag pössuðu mjög vel upp á þetta. En atvikið atvikaðist þannig að járnskóri í staurnum sem hann var í rann til í veðri, snerist í hálfhring í staurnum og hann rak hendina beint í spennusetta línuna. Hann sagði í viðtali seinna að hjartað hans hefði hamast eins og hríðskotabissa. Hann hélt meðvitund en lamaðist og sá loga í kringu sig og loftið í kringum hann bara logaði. Blóðið gerði ekkert annað, sagði hann, en að þorna upp. Það storknaði og þornaði upp, bara út af hitanum og rafmagninu öllu sem var í gangi. Afleiðingarnar voru frekar alvarlegar. Þegar slysið var þá slóð át öllum Skagafirði sem var náttúrulega alvarlegt á þeim tíma, en starfsmaður og starfsfélagann Sigur Ólafsson kom upp á honum og bjargaði honum úr staurnum. En hann hlaut mjög alvarlega bruna á vinstri handlegg, vinstra læri og hægri fót sem brunnu illa, en hann misti í raun og veru alla hendina. Hérna Finni mynd sem var tekin ekki verið svo löngu síðan. En þetta bara mjög mikil áminning fyrir okkur. Þetta tekur ekki nema sekundu að eitt að renna til, taka smá shortcut eða einhver stefnumbreytingu, að þetta gerist. Þetta gerist líka hjá öðrum en okkur. Og mér finnst kannski bara líka mikilvægt að tala um kollega okkar og aðrar veitur. Árið 2016 þá var líka mjög alvarlegt banaslys í Úlfarsárdal hjá veitum við tengingu heimtaugar. Heimtaugin átti að vera spennulaus en starfsmaður fekk engu að síður straum og fór í hjartastopp og lést stuttu síðar. Í kjölfari stöðvuðu veitur slíkar tengingar tímabundið, en það var því miður og seint. Og virðingi segir við hættum og við endurhugsum og við gerum þetta öruggara. Það var svolítið þeirra mantra þá. Við stoppum, við tökum enga sénsa, við spennukönnum, við notum öryggisreglunar 5 alltaf. En þetta var mikilvæg áminning fyrir alla í okkar geira. Engin vinnustaður er raun og ónæmur. Engin getur sagt, þetta gerist ekki hjá okkur. Það kannski margir sem hugsa það, við hefum ekkert lent í neinu alvarlegu slysi svo lengi, þetta gerist ekki hjá Rarik. En við þurfum alltaf að vera með öryggislögurinn á okkur og alltaf að hugsa, þetta gæti gerst, hvað get ég gert til að koma í veg fyrir það? Virðing. Mér langaði að tala aðeins búnað líka. Magnús kom aðeins inn á það, hlífðarbúnað. En hlífðarbúnaður ekki tákn, hann tæki. Stundum heyrir maður, ég þarf ekki hjálm í 5 mínútur. Ég hef alveg heyrt það nokkrum sinnum. Og þið veitir hverju eru hér út alland. En maður hugsa þetta, ég þarf ekki 5 mínútur, ég bara rétt að stökkva í þetta. Ég bara að hlaupa þannig að stað. Ég nenni ekki þessum glerugum, þau móðast bara upp þegar ég að vinna, hef ég heyrt líka. En svo ertu kannski að vinna með einhvers sem þau eru bara bráðnauðsynleg, eins og slípirokk kannski, eða með eitthvað sem getur bara skadað þig. Ég ætla bara að klára þetta. Ég hef ekki tími í þetta, ég nenni ekki að fara að hlaupa og ná í þetta. En þarna þurfum við bara svolítið að vera heiðarleg. Hlífðarbúnaður virkar bara þegar hann notaður. Við þurfum svolítið að hugsa það. Hann virkar ekkert inn í hillu hjá okkur eða inn í skáp. Hann virkar bara þegar við notum hann. Hann ekki skraut, hann ekki fyrir eftirlit eða ég kem á svæðið eða Magnús að rúnt sveitina, að þá eigið ekki setja upp hjálminn bara fyrir Magnús, hann á bara að vera. Og hann í raun og veru, hann tákgræn mynd ákveðna menningar, eins og við tölum oft Ég hef oft sagt við ykkur og við erum búin að setja núna á nokkuð plakkut hjá okkur inn hús. Öryggismenning hvernig fyrirtæki hegða sér þegar enginn að horfa. Geggjuð pæling, þið spáðu því. Hvernig eru þið þegar þið heima í sturtunni að syngja, en svo einhver væri í herbergjunum hliðina og myndu þið syngja í sturtunni? Því að þar sem við erum bara í okkar náttúrulega umhverfi og afslöpuð, þá erum við bara við sjálf. Þar öryggismenningin okkar og það þar sem við erum viðkvæm og brothætt. Öryggismenning ekki bara það sem stendur í handbókinni, heldur
Hún er það sem gerist þegar nýr starfsmaður spyr spurningar, einhver gerir mistök eða einhver segir frá fráviki. Spurningin er, hvernig ætlum við að bregðast við því? Ætlum við að segja, heyrðu, farðu á Teams, sendi inn ábendingu. Það er mjög einfalt, leið mér að sýna þér. Kunni ekki allir að gera það. En það er bara eitthvað sem við þurfum að hugsa um. Eins og í dag þá fórum við í öryggisgönguna, allt sem þið sáu sem var ekki í lagi, sendum inn ábendingu, notum kerfið okkar og lögum þetta strax. Skulum ekki bíða þangað til við höldum öryggisdag aftur. Sendum inn ábendingu leið og þannig við getum lagað alla brunavarnirnar okkar ef það er eitthvað sem er að í öryggistækjunum okkar eða bara eitthvað í okkar umhverfi sem betur má fara. Það er ekki öruggt, eða það á að vera öruggt að segja frá og ég held að við séum bara búin að búa til þá menningu. Öryggi er val, við höfum oft talað þetta, ég hef oft sagt þetta við ykkur. Það sem við þolum í dag verðum við að laga á morgun og við erum öll öryggisverðir. Við segjum þetta alltaf, þetta er ekki bara ég sem kem og ræði öryggismál við ykkur, þið líka að ræða öryggismál við hvort annað og hugsa um öryggismál alla daga. Og við reynum að hafa þetta á öllum fundum hjá okkur, við stöldrum við árum fyrir verkefni og við þurfum bara að gera þetta á okkar mantra á hverju degi að tala meira um öryggismál. Að lokum, þá langaði mér bara segja, kæru gestir og samstarfsfélagar, virðing er ekki bara eitthvað sem við tölum um á sérstökum degi eins og þessum. Hún er ákvörðun sem við tökum á hverjum degi þegar við mætum í vinnu. Þegar við förum út í verkefni eins og ég sagði áðan, þegar við undirbúum okkur, þegar við spyrjum, þegar við stoppum, þegar við hjálpum og þegar við komum heim. Þegar þangað viljum við koma. Í dag höfum við fengið frábæra gestafyrirlesara og ég þakka þeim bara kærlega fyrir. En stærsta verkefni okkar er að láta virðinguna sjást í verki. Virðing fyrir lífi, virðingu fyrir heilsu okkar, virðingu fyrir fagmennsku, að vera best í því, ekki bara að gera það sem að verkferillin segir, við erum ennþá betri, við erum flottust. Búum bara til bestu háspennufelt sem hægt er að gera, besta frágangin aðvöldustöðum, bestu hönnuðu stöðvarnar, bara besta fjármálaplan á Íslandi. Allt sem við erum að gera, skiptir ekki máli hvaða deild við erum, besta tölvukerfi, við viljum bara vera best í því, ekki bara það sem við þurfum. Það er markmið sem við ættum að stefna að. Tökum umræðanum með opnum huga og tökum næstu daga og vikur með skýra ákvörðun. Virðing er kjarkur til að segja frá og kjarkur til að spyrja. Því öryggi er umhyggja, eins og ég hef alltaf sagt, og það er forskrift fyrirlesturins. Mér langaði að enda þetta á ljóði sem var samið á árinu, sem heitir Öryggi er umhyggja. Það var reyndar samið gervigreindarlag líka, ég var skæði svona óviðandi, það er aðeins of peppað lag til þess að spila það núna. En þetta lesa hins vegar ljóði fyrir ykkur. Og við erum nú með einn af höfundum ljóðsins hann er Guðrúnu Vöku og réttir upp hendi En þetta er rosalega fallegt ljóð og fjallar einmitt virðingu, samkennd og öryggi. Ég hefði getað flýtt mér en ég hægði á. Ég hefði getað þagað en ég sagði frá. Pressan hún er alltaf stöðug en ég staldra við. Því samtal er orðið að góðum sið. Þetta snýst ekki þjónkun við yfirvaldið. Heldur bara að fá aftur til sín haldið. Umhyggja birtist mér, stór sem smá, í augnaráði eða við að benda á. Öryggi er umhyggja fyrir mér og þér, hana við þurfum, það hver maður sér. Bara höldum þessum degi áfram, notum kjarkinn sem við fengið í dag, breytum þessu, sendum okkur ábendingar, lögum umhverfið okkar og það er bara forréttindi að ræða og tala og vinna öryggismál með ykkur alla daga. Takk fyrir mig. Jæja, þá förum við nú að ljúka þessu. Við höfum verið að tala um alvarleg atvik og það er mikilvægt að minna okkur á það hvað hefur gerst og hvað getur gerst. Ég vona að þetta skapi umræður og ég hvet ykkur til þess að taka umræður sama hvar þið eru, taka spjallið. Nú Böbbi hann er alltaf brosandi eins og ég sagði áðan. Honum er tamt að segja, haf þú ekki áhyggjur af því? Haf þú ekki áhyggjur af því, Magnús? Við munum bæta öryggismenninguna hér. Og það er gott. Sko, við höfum áhyggjur af öryggi okkar allra, en það er mjög mikilvægt að við getum farið í verkefnið með bros á vör. Sko, við tölum mjög gjarnan um það hvað við getum bætt, og það er mikilvægt, en við verðum líka að muna að fagna litlu sigrunum okkar. Við erum að gera marga góða hluti og við höfum bætt okkar öryggismenningu og það er bara feikilega mikilvægt að hafa það í huga.
Það er bóndadagur í dag. Það eru margir á leiðinni á þorrablót. Fyllast þá miklu hugrekki til að tala gjarnan. Ég hvet okkur öll til þess að fara brosandi út í daginn. Munum það að lífið er núna, gerum það með öruggum hætti og höfum gildin okkar í huga, hugrekki, árangur og virðing. Takk fyrir.